Hugmyndin svo að þetta áfangabjalla barna, þannig að veik börn sem nýta þjónustu á spítalanum fá að hringja þessari bjöllu við þau tilefni sem eru taldir vera áfangar í þeirra meðferðum óháð því hvaða sjúkdómar eða í hvaða vegferð þau eru. Það fagaðalans og foreldra að taka samtalið það hvort það sé ekki tilefni til þess að hringja henni því það má alltaf bæta smá gleði inn í lífið. Strákurinn minn greinist 30. október síðastliðinn með hvítblæði, bráða eitilfrumu hvítblæði og við fórum bara sama dag í innlögn, fengum fréttirnar niður á bráðamóttöku og vorum komin í innlögn nokkrum klukkutíma síðar, biðum raunverulega bara niðri og þar með eiginlega tók lífið bara algjöra uppeigju. En við erum búin að vera í meðferð hér síðan. Við byrjuðum á svona frekar þungri innleiðingarlotu sem voru 29 dagar og í framhaldinu þá var eftir innleiðingarlotan var búin og þá komið svona niðurstaða í hvaða meðferð hendaði okkur að þá erum við búin að fylgja því plani og núna eru liðnir 6 mánuðir frá því að þessi vegferð hófst og við erum komin inn í það sem heitir viðhaldsmeðferð, þannig að strákurinn hringdi bjöllunni hérna áðan. Hann sem sagt komin í viðhaldsmeðferð sem mun vera í gangi til 2. desember 2026. Það svo skrítið að þegar maður allt í einu orðinn foreldri veiks barns að þá byrjar maður að fara í leitavélarnar á internetinu og þar leiðandi fyrir algoritmina að skoða hvað maður að gera og það eina sem poppar upp hjá mér inn á öllum samfélagsmiðlum eru myndbönd af börnum að hringja áfangabjöllum út allan heim á mismunandi spítulum við mismunandi aðstæður, oftast þó krabbameinsbörn. Hugmyndin af því að koma þessari bjöllu hérna upp kviknaði svona eiginlega í kjölfar þess en það var engin bjalla á spítalanum og eftir að hafa rætt við bæði aðrar mæður sem eru með veik börn og líka starfsfólk hérna þá þetta eitthvað sem búið að greinilega vera í umræðinu í einhvern tíma og bæði forvarar mínir, foreldrar krabbameinsbarna hafa rætt þetta áður og starfsfólk líka þannig að ég eiginlega bara pínu hvatvís og hjólað í það að senda einhverjum nokkra tölvupósta og var eiginlega komið með bakhjarla sem voru tilbúnir til þess að gefa spítalanum þessa bjöllu áður en að komi leyfi fyrir henni. Þannig kom þessi bjalla til. Það svo skrítið að fara í gegnum þetta ferðalag með barn af því að það breytir svolítið viðhorfið. Maður verður glaður að fá að bíða á bráðamóttöku eftir að það var ekki raunin, eftir að maður tekinn fram fyrir röðina. Þjónustan greinilega í toppmálum, allavega hvað okkar tilfelli varðar og okkar sjúkdóm. Við erum afskaplega ánægð með viðmótið frá teyminu og þær meðferðir sem við erum að fá. Það frábær aðstoð á leikstofunni. Spítalinn með rosalega gott starfsfólk. Við erum, eins og ég segi, við erum afskaplega ánægð með það. Við erum rosalega þakklát.